Ég komin aftur í dag og eins og þið sjáið þá vantar mig alla augnförðun en það út af því að ég ætla að sýna ykkur annað look með Revolution palettu í dag. Gjafaleikurinn enn í gangi þannig að þið munu geta screenshotað mynd sem kemur eftir looki sem ég ætla að gera og þá eigið þið séns að vinna Revolution augnskapalettu að eigin vali. Það eru semst 5 tegundir af palettum í boði og það eru 2 sem munu vinna palettu. Og í dag ætla ég að gera sem sagt svolítið svona meira svona daglúk, sem sagt að maður að fara í einhverja veislu eða skírn eða eitthvað svona að vill vera aðeins fínni fyrir daginn. Gjafaleikurinn enn í gangi þannig að þið enn séns á að vinna Revolution augnskapalettu en það eru sem sagt 5 tegundir af palettum til og það eru 2 sem að munu vinna palettu og ég mun sem sagt setja mynd sem að þið getið screenshotað því ég er búin að gera lookið og þá eru komin í pottinn að eiga séns á að vinna palettu að eigin vali. En lookið sem ég ætla að gera í dag, það verður meira svona daglúk frekar heldur en kvöldaugnförðun eins og ég gerði síðast. En það verður svona aðeins fínna ef maður er að fara eitthvað fínt yfir daginn, einhverja veislu eða eitthvað. En ég ætla að nota palettu frá Revolution sem heitir Chocolate Vice. Hún er í sjúkum umbúðum, ég ætla að sýna ykkur ef þið hafi ekki séð það. En það er eitt flottasti gull augnskuggi sem ég séð í þessari palettu sem ég er ótrúlega spennt að nota. En umbúðirnar eru svona, þetta er svona eins og bráðnandi súkkulaði eins og nafnið gefur til kynna og síðan eru rosalega fallegir svona hlýir litir í þessari palettu. Ég sýndi þær daginn, ég ætla bara rétt að sýna ykkur að þá er hún sem sé svona. Og ég ætla bara að vinda mér í þetta og aftur ætla ég að nota alla bustana frá Real Techniques en þessir fjólubláu eru sem sagt fyrir augun. Ég byrjaði að taka medium shadow brush og taka hann hérna ljósasta. Setja svona ljósan undir, það formar augabrúnirnar enn betur og það gefur líka auganu lyftu í leiðinni. Á Essential Crease Brush þá ætla ég að taka hennan hérna hlýja brúna. Ég myndi segja að lookið sem ég er að gera í dag, þetta er svona basic beauty förðun sem er rosalega gott að kunna og myndi henta svona flestum augum myndi ég segja. En það er að blanda rosalega vel og ég vinn með þennan busta með ljósbrúna litnum og svo þessu með ljósasta litnum upp á augabrúninni til skiptis og passa þetta sé bara alveg blandað. Ok, síðan þegar orðið svona frekar ánægð með þetta og þetta er allt vel blandað þá ætla ég að færa yfir í aðeins dekkri lit fyrir krís. Taka Defining Crease Brush sem að lítur svona út og ég ætla að taka dekkri lit og ég ætla að taka hann hér dökkbrúna því að hann er mattur. Og mig langar að leggja hann akkurat hér í glóbus línuna eða í krís og síðan einnig í þetta hérna vaff. Þannig að við fáum aðeins dekkri skugga hér og svo bara blanda rosalega vel. Og þið sjáu núna munin á þessum hérna 2 augum. Það er meiri definition hérna. Þið getið líka haldið ykkur bara við svona ljósaskyggingu ef þið eru óvön eða finnst þetta of dökkt fyrir ykkur ef þið eru að fara eitthvað fínt. Og síðan með sama busta og sama augnskugga þá ætla ég að tengja þetta aðeins hérna fyrir neðan augun. Mér fer ekkert sérstaklega vel að vera með mikið undir augunum af því ég verð svolítið svona sad ef ég setja of mikið. Þannig endilega ef þið fílið að vera með augnskugga langt undir auganu að gera það. Það fer mörgum mjög vel. Síðan ætla ég að vinna með 2 augnskugga fyrir augnlokið. Það er hægt að nota bara einn yfir allt, sem sagt hér, eða mattan, eða bara hvaða lit sem viljið til að fylla í þetta hér.
En mér langar endilega að nota þessa gullliti því þeir eru svo geggjaðir í þessari palettu. Þannig að ég ætla að láta ljósgullitaðan í svona hingað á þetta svæði og síðan hennan sjúklega flotta sem er svona ríkur gull, svona rich gold litur hérna á mitt augnlokið. Þannig ég ætla að byrja á þessum hér, fara svo yfir í þennan hér. Svo ætla ég nú að taka hinn gulllitinn. Ef þið elskið gullliti og svona hlýja liti eins og ég, þá verðið að eignast þessa palettu. Þetta eru sjúkir augnskuggar. Síðan ætla ég auðvitað að gera smá inner corner highlight og ég ætla að nota þennan hérna svona ljós shimmer litaða. Síðan að því ég ætla að nota smá af svona stökum augnhárum til þess að vera ekstra fín, þá ætla ég að setja smá svartan eyeliner við augnháralínuna, ekki til þess að skapa línu, til þess að sjá eyeliner look, heldur bara til að fá smá þykkingu hjá augnhárunum þar sem að augnhárun muni svo koma. Þegar að leita ykkur að góðum eyeliner þá mæli ég með þessum frá Rimmel. Hann heitir Scandal Eyes og hann er blautur, mjög svona blautur og mjög svartur. Og er ekki of þykkur og ekki of þunnur burstinn, bara svona akkúrat. Næst er að setja maskara og ég ætla að nota Clumtify maskaran frá Max Factor. Síðan ætla ég að nota mestu snilldar augnhár í heimi og það eru Duos og Trios frá Eylur. Þetta eru stök augnhár en þau koma í svona settum saman. Fylgir lím og fylgir með til að taka þau af og allt og bara koma ótrúlega fallega út og maður getur valið. Þau koma í short og medium þannig að þau eru mismunandi löng líka. Ok, þá eru augnhárin komin á og ég leti svolítið svona frá miðju. Ok, þá eru augnhárin komin á og ég leti svolítið svona frá miðju. Ok, þá eru augnhárin komin á og eins og þið sjáið þá sett ég þau svona frá miðju auganu út í endana af því ég vildi skapa svolítið svona winged look fyrir augun. Og já, þetta er mjög svona, eins og þið sjáið þá eru bara mjög svona náttúruleg og falleg. Þannig að þetta er svona mjög náttúruleg og auðveld leið til þess að fá svona mjög fluffy og fín augnhár. Síðan er ég ótrúlega hrifin af þessu glossi líka, með svona fullkomið fyrir einmitt svona ef maður er að fara eitthvað fínt yfir daginn. En þetta er eitt af lip art glossanum frá Rimmel, koma í 3 litum og þetta er númer 30 í Blush Gold. Þannig að það er bara svona eins og gull sína, svona glimmer og svo smá svona bleikur svona hue. En þá ætla ég að skella inn mynd í lokin, þannig að endilega screenshotið ef ykkur langar að eiga séns á að vinna eina af Revolution augnskuggapalettunum. Og svo ætla ég bara að segja takk hérlega fyrir mig í dag og ég sé ykkur í næstu viku.